Á Egilsstöðum var til langs tíma rekið fyrirtækið Innrömmun og Speglagerð en henni var lokað fyrir tæpum 20 árum og þá fékk hún Sigrún Steindórsdóttir húsgagnameistari hjá Miðási á Egilsstöðum þá hugmynd að opna einn daginn eigið innrömmunarverkstæði og sá dagur kom, loksins árið 2021. Þá kom auglýsing í dagskráni með að Innrömmun Kópavogs væri til sölu. Fyrst hugsaði ég með mér að þetta væri nú örugglega allt og dýrt. Svo potaði ég mig og athuga hvað það myndi kosta mér þess að fyrir mig. Og þá var þetta ekki svona, þá var þetta yfirstíganlegt, þannig að ég ákvað bara að stökkva á það. Fyrst var þetta allt flutt austur bara og sett í gám. Og svo bara geymt í næstu 2 ár þangað til að húsnæðið fannst. Og ég byrja með þetta allt svona handvirkt til að byrja með og svo náttúrulega þarf ég að fá mér svona tölvuskurðartæki og það kemur. Sigrún hefur ekki hætt í húsgagnasmíðunum hjá Miðási og því á 2 stöðum en það fer vel saman, segir hún. En hvað þarf að hugsa út í þegar ákveðið hvernig rammi hentar utan hverja mynd? Það getur verið margt. Stundum þarf maður að spá í ekki bara myndina, líka hvernig eigandinn hvar hann á að koma. Það allavega það sem ég legg upp með. Eru svona tísku fyrirbæri í innrömmun og hvað í tísku í dag þá? Klárlega tísku fyrirbæri. Það ennþá hvítt og svart. Það ennþá. En það kemur alltaf inn á milli eitthvað annað. Þá eru menn að horfa í eitthvað, þá eru menn að horfa í myndina, hvað passar við myndina, eða í gömlu húsi eða sem betur fer þá kemur líka eitthvað annað en svart og hvítt. En eru handsmíðaðir rammar ekki harðri samkeppni við innflutta ódýra plastramma? Já og nei kannski. Því það alltaf fullt af verkum sem eru óhefðbundin og passa ekki í hefðbundna ramma. Það getur verið allt mögulegt frá íþróttabúningi í bara veggteppi, útsaum, póstkort. Förum einmitt að því, þetta verkefni sem að þú ert með uppi núna, hvernig kom það til? Þetta var hugmynd frá tengdapabba. Því að þetta tengist honum mjög, líka tilfinningarlega. Því að þetta svona þeirra tilfinninga í tilhugalífi. Þannig að þetta var honum mjög kært. Og þá skulum við fá söguna frá tengdapabba Sigrúnar kortin 18 frá einvígi aldarinnar þegar Spassky og Fischer teldu og Sigrún fékk sem verkefni ramma inn. Það kom til að því að ég vildi bjóða Jóhannu sem var kona mín í þetta veislualdarinnar eftir að vinur lauk. Og þá bauðst hún til að útvega okkur miða sem hún gerði. Þeir miðar voru, en þá vildi Skáksambandið bjóða okkur af því að Jóhanna hafði séð að fjölfalda teikningar Halldórs Péturssonar og koma þeim í sölu og þess vegna buðu þeir henni að vera þarna og við vorum saman við borð mörg þarna í þessu veislu. Já, veislu aldarinnar, það var ekkert annað. Þetta voru borðfélagar okkar. Já. Og Halldór Pétursson meðal annars. En það var Lárus Blöndal að þakka þessar myndir sem voru sýndar í Morgunblaðinu að þær voru gefnar út í svona mörgum eintökum og seldar því að hann var mikill vinur Halldórs Péturssonar og vildi hann hefði meiri tekjur heldur en bara frá Morgunblaðinu. Og Jóhanna minn, hún sá það að sækja myndina niður á Morgunblaðið þegar þeir voru búin að nota hana og lét fjölfalda hana og sá svo að selja hana í Laugardalshöllinni og í bókabúðinni og þess vegna gekk þetta svona vel. Þetta var servíettan sem að fylgdi hverjum disk og svo var gullsmiður sem að fór að hjálpa Skáksambandinu að fjármagna, hann gaf út svona sett úr gulli, silfri og bronsi, þetta gullsettið og seldi það og ágóðan að því fór allir til Skáksambandis.
Jóhanna gaf mér þetta hérna. Og svo var gefin út frímerki sem voru sett yfirleitt þeir sem voru að senda og þar voru seldar arkir og ég keypti eina og hún er þarna til staðar ósnert. En að græna litnum sem umvefja kortin, sá litur var nú ekki valinn út í loftið, frekar en annað sem vel er gert. Sagan er þegar við vorum að skrifast á þarna haustið 72, það var ekki nóg að hittast, heldur þurftum við að skrifast á líka á milli funda, að þá var bréfin hjá henni alltaf á grænu og umslagin græn. Og svo barst þetta einu sinni í tal og þá segir hún, þú ert svona sauður, þú veist ekki hvað græni liturinn þýðir, grænt táknar vonina og þess vegna skrifaði ég á grænu. En ástæðan fyrir þetta kom hér var það að Guðmundur Þórarinsson kom heim í sumar og ég sýndi honum þetta og hann var hrifinn af þessu og sagði að það væri nú gaman ef eitthvað væri hægt að gera með þetta. Ég talaði við Jens og Sigrúnu og þetta er árangurinn af því og Guðmundur meira sem mættu líka sjálfur í eigin persónu. Það kemur mér á óvart sko að út í þjóðfélaginu eru einstaklingar sem fylgdust svona vel með þessu. Eins og Davíð og hans fjölskylda söfnuðu saman þessum minningum sem í kringum þetta eru sko. Og þetta kemur mér á óvart og ég fyllist bara virðingu. Hafðirðu séð alla þessa muni? Nei, ég hef ekki séð þetta allt sem að hann er að sýna mér hérna. Ég var nú kannski skarmið dálítið úr í skáksamlastjórn, ég átti enga sko minjagripi eða neitt. Ég hafði ekkert mikinn áhuga á því sko, ég var að reyna að lifa af og ræða og semja við þessa lögfræðinga og ganga frá þessu. En nú sé ég þetta sko og ég horfi náttúrulega undrandi á þetta. En þó nú sé búið að ramma inn það sem sannarlega var búið til í kringum skákainn við á sínum tíma, þá lumar hann Davíð á sögu sem ekki er á allra vörum. Jóhanna sagði mér eftir Halldóri að hann hefði haft tilbúna mynd ef að Spassky sigraði. En hún kom aldrei fram náttúrulega og það veit enginn hvort hann hafði hent henni eða hvort hún liggi einhver staðar en það hefði verið mjög gaman að fá að sjá þá mynd ef hún væri til.